Retina Risk, sem fyrirtæki í forystuhlutverki í notkun gervigreindar í heilbrigðisþjónustu, komið í samstarf við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja að hefja augnskimun við augnsjúkdómum af völdum sykursýki með gervigreind. Þetta skref markar tímamót í heilbrigðisþjónustu á Íslandi, þar sem HSS tekur í notkun byltingakennda tækni til að bæta heilbrigðisþjónustu við sína sjúklinga. Já, þetta mjög skemmtilegt dæmi að nota íslenska nýsköpun í heilbrigðisþjónustu og gríðarlega þakklátur fyrir forystumenn og kollega mína hérna í Keflavík og í Reykjanesbæ að hafa þessa forystu að taka þetta í notkun. En þetta snýst það að koma í veg fyrir að sykursjúkt fólk missi sjónina. Komum veg fyrir sykursýkisblindu og við gerum það með því að fylgjast með augunum í þeim sem hafa sykursýki, mynda augnbotnana með reglulegu bili og meðhöndla þá sem þurfa á því að halda. Og við höfum þróað aðferð til að meta áhættu hvers og eins, það að segja einstaklingsbundna áhættu og hún mest út frá því hversu lengi fólk hefur haft sykursýki, hversu hár blóðsykurinn eða blóðþrýstingurinn og fleira í þeim dúr. Og þannig getum við stýrt af meiri nákvæmni til dæmis hversu oft fólk þarf að koma. Sumir kannski í mikilli áhættu og þurfa eftirlit á 3 eða 6 mánaða fresti til þess að grípa inn í tímanlega. Aðrir í lítilli áhættu og kannski alveg nóg og þeir komið annað eða 3. hvert ár. Og þetta auðvitað mikil hagræðing bæði fyrir einstaklingarna sjálfa sem þurfa þá ekki að mæta að óþörfu til læknis, sömuleiðis fyrir heilbrigðiskerfið, en fyrst og fremst þetta markvissara. Það að segja, við erum að beina heilbrigðisþjónustunni að þeim sem þurfa virkilega á henni að halda og þá að hlífa hinum við því að óþarfa þjónustu. Hverju mun þetta breyta fyrir Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og þá sem sækja þessar þjónustu hingað? Ég myndi að vonast til þess að bæði verði að þjónustan á þessu sviði, hún verði markvissari. Það að segja, hún verði betri og árangusríkari og sérstaklega fyrir þá sem eru í mikilli áhættu og eiga á hættu að tapa sjón, að þeim verði forðað frá því að þetta bæti það. Og síðan í hinn endan held ég að þeir einstaklingar með sykursýki sem eru kannski í góðri sykurstjórn og í lágri áhættu, að þeirra fyrirhöfn minnki. Þeir þurfi kannski losni við fáeinar heimsóknir á stofnunina og svo framvegis. Þannig að það verður allra hagur en með misjöfnum hætti. Og þetta jafnvel tækni sem getur gagnast fyrr í kerfinu heldur en það sem hefur verið í boði áður? Já, ég held að þessi tækni hafi mjög víða möguleika. Það sem við erum að tala ef við tölum aðeins þetta almennt, þá erum við að tala það að meta einstaklingsbundna áhættu fólks eða sjúklinga og að fólk fái síðan heilbrigðisþjónustu í samræmi við það. Við viljum að við fáum heilmikla heilbrigðisþjónustu þegar við erum í mikilli áhættu og þurfum á henni að halda, en við viljum heldur ekki vera að mæta að óþörfu í læknisskoðanir eða annars konar skoðanir ef að einstaklingsbundin áhætta okkar krefst þess ekki. Í fáum orðum og einföldum máli, hvað raunin þessi myndavél að gera? Myndavélin tekur mynd af augnbotninum. Augnbotnin sem sem sagt aftasti hluti augans, afskaplega skemmtilegur hluti. Augað jú gegnsætt. Við sjáum í gegnum það, sjáum inn í það þess vegna með berum augum. Og við sjáum þarna sjónhimnuna, við sjáum miðtaugakerfið og æðakerfið og þetta afskaplega fallegar myndir. Og í okkar tilvik erum við að meta hvort að fólk sé komið með augnskemmdir, sérstaklega augnskemmdir í sykursýki, sem eru hættulegar. Þetta ein algengasta orsök sjóntaps og blindu í heiminum. Þannig að þetta mjög mikilvæg heilbrigðisstarfsemi að leita skipulega að augnskemmdum hjá sykursjúkum og grípa þá inn í með meðferð hjá þeim sem þess þurfa. Og hverju mun þetta breyta í ykkar þjónustu? Við erum í rauninni í okkar eftirliti með skjólstæðingum alltaf að fylgjast með tilkomu fylgikvilla. Gallinn hefur verið sá að þegar við þurfum að athuga með fylgikvilla í uppbótnum þá þurfum við að senda fólk annað. Allt
hitt erum við að skoða hjá okkur. En núna höfum við tækifæri til þess að skoða þetta sem sagt bara þegar fólk kemur í eftirlit til okkar. Þannig að við gerum ráð fyrir því að þetta verði skilvirkara, þá fá allir skoðun. Og þetta ný tækni sem er bara verið að innleiða núna hér í fyrsta skipti? Já, við erum pilotstofnun hér með þessa tækni í samstarfi við gott fólk og já, þannig að þetta er mjög spennandi. Það er spennandi tímar framundan. Þetta er auðvitað mjög ánægjuleg stund og mikil tímamót hér í dag að taka hér í notkun þessa tækni, Retina Risk, í samvinnu við heilbrigðisstofnunina og raunverulega mikið hrós í Hnappagard heilbrigðisstofnunina sem hefur verið hér með sykursýki smóttöku mjög öfluga í allri meðferð og eftirfylgd sem er ástæðan fyrir þessari samvinnu sem verður hér, í raunverulega nýskapandi klasasamvinnu sem er virkilega ánægjulegt. Og þú sér þetta ganga víðar og jafnvel á öðrum sviðum heilbrigðisþjónustunnar? Já, ég vona við það. Þetta er nú tækni sem hefur verið notuð og er búin að sanna sig. Og þegar hún kemur hér inn á svona mjög faglegt svið heilbrigðisstofnunarinnar að þá ættum við að geta nýtt þetta áfram fyrir allt kerfið í heild sinni mjög hratt og ég bind vonir við það. Komið þér á óvart runni hvað þetta er orðið mikil tækni og einföld? Ég get ekki sagt að við komum mér á óvart en svona fá að sjá þetta og horfa inn í græjurnar sem eru notaðar við þetta, hugmyndafræðina á bakvið þetta og það að vera komið með gervigreindina hérna líka inn í þetta er mjög áhugavert og sko vekur manni líka vonir bara fyrir kerfið í heild á fleiri sviðum. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Nokkur fyrirtæki og sveitafélög á Suðurnesjum tóku þátt í sýningunni Verk og vit sem haldin var í Laugardalshöll á dögunum. Á Verk og vit kynna fyrirtæki og stofnanir í byggingariðnaði, mannvirkjagerð og skipulagsmálum, vörusýnir og þjónustu. Sjónvarp Víkurhetta kíkti á sýninguna og ræddi við nokkra sýnendur af Suðurnesjum. Þetta er bara búið að ganga gríðarlega vel og það er bara ánægjuefnið fyrir okkur að fá að koma hérna og fá að tala við viðstæðuna beint undir þessum svona kringumstæðum sem fólk hefur nógan tíma og er ekki á klukkunni. Bara fá bæði að sýna vörurnar okkar, þær vörur sem fólk er að kaupa og líka kannski bara vöru úrvalið. Og eins þá koma viðstæðunir með svo skemmtilegar hugmyndir hvernig þetta nota vörurnar í annað. Við erum hérna með vöruþróunarverkefni sem að viðstæðunir er búin að vera að þróa með okkur á sýningunni lengra. Þannig að það er kannski það skemmtilegast að það er að fá þetta samtal við viðstæðunni. Óskar, þið eruð frumkvöðla fyrirtæki en þið hafið svona á síðustu árum stöðugt verið að koma með nýjungar og þið eru náttúrulega með nýjung á sýningunni núna sem þið eru að kynna. Það má segja kannski að súrefnið í fyrirtækinu er vöruþróun, nýsköpun og við vöknum á mótnum og það er það sem gerir ánægilegt að koma í vinnuna, það er að halda áfram að þróa lausnir og finna nýjan flöt á vandamálum sem viðstöðunum kemur með. Og við erum bara stanslausri vinnu í nýsköpun og búið til nýja vörur og við erum núna sem dæmi erum við hérna með tvær splunkunýjar vörur á sýningunni. Þær eru heitar ennþá, þær eru voru að koma á mótinu. Þetta eru sem sagt ljósastólpar sem við erum að þróa með Reykjanesbæ og það á eftir er kannski einhver þróun vinna eftir en miðað við athygline sem þetta vekur hér þá virðist þetta alltaf vera vara sem verður mjög spennandi fyrir sveitarfélög og einstaklinga að nýta. En þá kannski að upphafinu, nú eru þið ekki beint að selja hús, Íslands hús, en þið eru með vörur hérna sem að eru upphafið ekki. Já, við höfum mjög gaman að þessu því að við erum að sjálfsögðu oft spurt hvort við séum ekki að selja hús, við heitum nú einu svona Íslands hús. En svona, það er lengri saga en svona styttri útgáfan af sögunni. Hún er svo að pabbi minn sem ég er að reka fyrirtæki með, hann semst þróaði eininghús. Og þegar hann var að byrja að steypa fyrstu plöturnar í þeirri þróunarvinnu, þá endaði með að steypbíllinn var alltaf með smá afgang sem þurfti alltaf að henda bak við hús. Og þetta fannst honum ekki nógu gott að vera að henda steypu verðmætum, þannig að eina helgina þá ákvað hann taka sér til og þróaði og byggði eitt mót. Og við erum með þann stólpa hér. Og þetta er umlega fyrsti stólpinn sem er framleiddur af Íslandshús.
Og ég segi þetta svona í gannu ofta, núna 12 árum seinna erum við ennþá að selja afgangssteypu. Hitt verkefni fór ekkert meira á flug, en síðan höfum við þróað yfir 50 tegundir af stólpum. Þið eigið eiginlega heima í auðlindagarðinu, þar sem allir eru að vinna með eitthvað afganga. Já, það var kannski að segja það. En núna eru þið með eitthvað sem hefur vakið meiri athygli, eða ekki? Jú, sko, það nú þannig að við erum að hlusta á kúnnan og við segjum komið og tala um okkur og við hjálpum einhverjum að leysa málin. Og það alveg ótrúlegur hugmynd sem við vakna hjá kúnnanum og svo þegar við byrjum að þróa vöruna og komum henni svona sýnilega á markaði eða sem sýnum hana, þá kemur alltaf miklu meiri not fyrir vöruna heldur en við okkur jafnvel dott í hug. Þannig að þá tekur alveg vígstefnir að kúnnin við og finnur alveg ótrúlegustu notagildi fyrir vöruna og það akkurat það sem okkar einkenni að við viljum framleiða vöru sem með einhverjum hætti með hærri gæði eins og maður sem á markanum fyrir og með meiri notað gildi, þannig að hún sé fjölnota og það svo sannarlega að sýna sig bæði hér á sýningunni og náttúrulega í gegnum þessi 12 ár sem eru búin að vera á markaði. Þið eruð stöðugt að þróa eitthvað nýtt. Er það út á óskum viðskiptavina eða er þetta frumkvæði ykkar eða bæði? Sko, ég vildi segja að það eiginlega bæði. Sko. Ég hef gaman að þessu til að ég oft spurður hvað ég geri og ég sel ekki steyptar undirstöður. Að sjálfsög geri ég það. En það sem við Íslandsur að gera, við erum að selja lausnir. Og það sem hvetur okkur til að vakna á mótnana, það að finna nýja lausnir við þeim verkefnum sem viðstæðan okkar með. Og þetta eiginlega gerist bæði, það að viðstæðanum komið til okkar með verkefnum sem við þurfum að leysa og svo erum við líka að horfa í kringum okkur hvernig hægt að leysa mismunandi verkefni. Þannig að það drifkrafturinn í okkur, það að vakna á mótnana og búa til fleiri lausnir inn á markaði. Já, það má kannski segja að þetta sé bara í genunum. Ég held að það myndi bara aldrei detta í hug að horfa ekki fram á veginn og segja ég sé ekki fyrir mig Íslands gæti starfið í 1 ár á þess að vera koma nýjar vörur. Þetta bara svo eðlilegt og sjálfsagt að það sé verið að þróa vörur stanslaust í fyrirtækinu og einhvern bara hluta af þeim kúltúr sem við hefum tileinkað okkur. En það var kannski ekki alveg hugmyndin í upphafi að þið væru kannski mikið að framleiða mjög mikið til dæmis fyrir sveitarfélög og stofnanir? Nei, sko, við erum eins og Brynjar sagði, það var byrjað að hugsa það að búa til einingahús og þá á forsendum einingana en ekki raunverulega verið að breyta staðstöðum húsum í einingahús. Síðan bara hefur þetta einhvern veginn þróast í bara mjög jákvæðan máta og við erum mjög sáttir við það sem við erum staddir á markaðinum í dag. Okkur liggur ekkert á að vera stórir en við höfum virkilega gaman að því sem frá degi til dags að vinna þessi verkefni með kúnnanum og við sjáum sérstaklega það núna á þessari sýningu að viðbrögðin eru bara virkilega góð og hér eru að koma til okkar fulltrúar, bæði semst einstaklinga fulltrúar, sveitarfélaga og stofnana og eru að sýna okkur mikinn áhuga og ég veit að ég bara eins og þessi sýning hún mun sannarlega skila sér vegna það út af mikið lagt í svona sýningu. Þetta mikil vinna en við kannski sagt til samburðu síðustu sýningu þá vorum við orðin ansi lúnir eftir sýninguna og við litum á hvern annan og sagði nei, ég held að þetta sé nú ekki sem við förum aftur í. Viku seinna þá tókum við samtal upp og sagði já, ég held að tökum bara þátt í næstu sýningu. Þannig að þetta virkilega að sýna að hér eru auðvitað að ná sambandi við okkar viðskiptavini. En hvernig myndi útskýra fyrirtæki? Hvað ykkar hvað eru það að gera í örfáum orðum? Í örfáum orðum við að hanna og selja snjallar lausnir úr fósturstisteypu. Það það sem við erum að gera og þetta gerum við fyrir einkamarkaðinn, sveitarfélög og verktaka. Óskar, þetta að slá í gegn núna. Hvað viltu útskýra? Hvaða vara þetta? Hér eru kannski bara með frumgerðir af nýju þróunarverkefnum sem við erum að vinna með Reykjanesbæ. Það sem fulltrúar bæjarins komu til okkur og sagði við erum með vandamál varðandi lýsingu á sjávarsíðunni hjá okkur. Við erum með margra kílómetra göngustíga á Reykjanesbæ við sjóinn og þar eru stólpar sem hafa ekki staðist tímans tönn og verkefni var þá að hér einmitt að leysa þetta vandamál varðandi endingu. Þessi stólpi á að þola sjórinn gangi yfir hann á að þola saltið, hann á að þola frostið og hann á að þola skemmdarverkin. Við hönnum þá hérna stólpa
og við erum að steypa nú úr ofursteypu, steypu sem helmingi sterkari en þessi steypa sem við erum nú þegar með, þó nægilega sterk fyrir. Og eru hér með sérfræðingur í ljósamálum með okkur, þannig að hér svona komin hugmynd frumhugmynd af því hvernig við getum leyst þetta mál með sveitarfélögum almennt, segi ég, vegna þess að þetta náttúrulega stórt sem getur verið víðar í göngustígur, í heimkeyrslum og nefnið það, vegna þess að mér sýnist að miðað við ákvæðum sem að sýningunum þetta sé eitthvað sem fólki virkilega líst vel á. Og sannarlega trúi ég því að hér sé vara sem mun endast. Og það kannski gaman að segja þegar fólk spyrja hvað þetta kostar. Ég spyrji mig frekar hvað þetta kostar per ár. Vegna þess að ég væri mjög ósáttur ef þetta væri ekki þetta myndi ekki endast í 20-25 ár, þessi stólpi. Það kom kona hérna áðan og var að spyrja hvort hún vildi sjá þetta við sumarbústaðinn hennar. Og þetta getur verið við heimili, þetta getur verið á svo mörgum stöðum. Já, það bara alveg ótrúlegt eins og hefur komið fram áður, sko, hvað vistavinnurinn útsjónarsamari að bætir við okkar hugmyndum notagildi vörunnar. Og þú getur haft liti í þessu Já, vegna þess að steypan hvít að grunni, þá tekur mjög vel lit og við getum verið með mismunandi útfærslur á innsteyptum lógóm eða stimplum eða stálplata með áprentuðu lógó, þannig að þetta að opna alveg virkilega skemmtilega vít, nýja vít. Áskell, þið eru hérna á verk á vit. Það nú stutt síðan að fyrirtæki ykkar var 50 ára gamalt. Já, það er orðið 52 núna. Still going strong, svo ég leyfi mér að sletta. Já, jú, þetta bara mjög ánægilegt að koma hingað, vera með þetta. En þetta fyrsta kynning sem ég hef gert á þessum gluggum, þó ég sé búin að flytja á inn í 20 ár. Þú ert að vekja athygli á gluggunum? Já, ég er ekki að vekja athygli á húsagerðinni sem slíkri. Þetta nú bara að markaðssetja þessa glugga. Þetta það ekkert langt síðan að við erum, 5 til 7 ár síðan að við vorum umboðsaðila fyrir þessa sænsku aðila. Og en þetta hefur verið nóg að gera í þessu þó maður hafa aldrei auglýst. En þið eru þekktasti fyrir, getur við sagt, sem byggingaverktaki á Suðurnesjum sem í hálfa öld. Jú. En þannig að þið hefið, og þú hefur nú tekið þátt í því að byggja háhýsi við ströndina í Keflavík. Jú. Þannig að þetta eru vörur sem þið eru að nota? Já, fram að svona 2000 þá smíðum við alla gluggar sjálfir, allar útihurðar sjálfir upp á Eðavöllum. En svo þegar krafan kemur að vera með ál á gluggunum auðvitað, þá náttúrulega getum við ekki sinnt í og þá vel ég þessa aðila til að kaupa fyrir sjálfa mig inn á mína framleiðslu og ég held að það hefur verið mjög rétt val. Þeir hafa marga kosti umfram aðra glugga, sérstaklega fyrir verktaka sem vilja ganga frá þessu alveg til loka og ég hef búin að flytja það inn í 20 ár þessa glugga fyrir sjálfa mig og svo svona seinni tíð hefur ég verið að skaffa þetta til annarra aðila líka. Suðurnes tengingar til allra átta, Árni Gísli, hvað þýðir það? Já, þetta náttúrulega bara miðja alheimsins eins og við þekkjum sem búum á Suðurnesjum. Við erum tengd við gegnum flugvöllinn, tengd við hafið og þetta við góða tengingar við önnur svæði á landinu gegnum Reykjanesbrautina. En hérna erum við saman, Suðurnesjabær, Reykjanesbær, Isavia og Katigó og við erum að kynna uppbyggingar áfram á flugvöllunum. Við erum að kynna uppbygginguna sem er í gegnum K64 verkefni. Við erum að kynna Helguvík-Bergvík verkefnið, þar sem við erum að bara auðvitað að fylgja því áfram úr hlaði. Og síðan erum við með svæði.is sem svona uppbyggingar áform sveitafélagana, Suðurnesjabæjar og Reykjanesbæjar og svona fagaðilar hafa haft mikinn áhuga og við vitum það er auðvitað mikill og hefur verið mikill áhuga því að byggja á Suðurnesjum og svona verktakar hafa sérstaklega áhugasamir. Og síðan erum við hérna með risastórt yfirlitskort af þessu svæði okkar, þar sem má sjá einmitt framtíðar áformin á flugvöllunum í Helguvík-Bergvík og síðan auðvitað tengingar þar á milli. Í K64 þróunarverkefni þróunarfélags Keflavíkur flugvallar er einmitt verið að vinna með umhverfi Keflavíkur flugvallar. Já,
Hverjir svona, hvað getur við sagt, til hverra eru það að reyna að ná þeirri kynningu til? Er það til verktaka, til íbúa eða bara fleiri? Já, þetta er náttúrulega mjög opið og það eru bara allir sem vilja kynna sér það og það eru auðvitað bara tilgangur með því að gera verkefni sýnilegra og að þeir sem þá koma að því að vilja byggja upp, koma með einhvers konar þjónustufyrirtæki eða ferðaþjónustu eða allt sem að getur þessu tengst, að þeir þá svona bara meiri líkur að við náum eyrum fleiri ef við höldum að kynna þetta á þennan hátt. En það getur auðvitað verið rosalega margir, alls konar bara þjónustu og framleiðslufyrirtæki, ásamt ferðaþjónustu og öllu því sem getur tengst flugvöllum, sem við þekkjum auðvitað bara afar vel. Það getur verið svo rosalega breytt. Þið eruð að tala Helguvík Bergvík sem svona, já, stærri verkefni. Já, akkurat. Er það ekki? Jú. Og þannig að þar ertu að tala græna iðngarðinn meðal annars. Já, akkurat. Já. Og síðan bara núna í þessari viku. Japanski jarðarber voru kynnt. Já, akkurat. Og það þau menn segja að þetta sé svolítið staðsetningin hér hjá okkur, að geta tengst bæði við Evrópu og Bandaríkin, sem gerir það verkum að þessi framleiðandi kemur hingað, sem ég finnst þetta alveg ótrúlegt. Ég vissi sjálfsög ekkert japanski jarðarber fyrir en ég las það bara núna fyrir stuttu. En þetta þykir mikið lostæti og þetta er svona tenging við Bandaríkin að koma svo markaðinn þar. En síðan auðvitað líka var verið að kynna niðurstöðu og skýrslu sorporkustöð og hvernig það geti mögulega tengst inn í þetta verkefni og geti verið áhugavert að sjá svona hvernig því vindur fram. Og þar eru líka svona tengingar sem að lúta að styrkingu innviða, varðandi bara rafmagn og heitt vatn og fleira sem að líka er svona óvæntur plús og kannski hentar okkur rosa vel á þessu svæði akkurat núna. Leið og við þökkum ykkur fyrir áhorfið, viljum við minna á að við erum að gefa út blaðið að sjálfsögðu. Prentum það í hverri viku og dreifum því á Suðurnesjum á 30 stöðum. En við erum líka farin að dreifa því á 3 stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Í Salalaug í Kópavogi og í Netto-verslunum á Granda og í Mjódd. Nú við erum að skrifa fréttir alla daga á vaff.is og á kylfingur.is. Þannig að við hvetjum ykkur til þess að hafa samband ef að þið eru með góðar hugmyndir efni. Sendið okkur á vaff hjá vaff.is. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst síðar, verið í sæl.